Það sem við ætlum að gera hér, við ætlum að skrifa eitt svona endurkvæmt fall sem heitir printnum. Og þetta printnum á að gera eftirfarandi. Sko, ef að ég kalla á þetta fall með segjum printnum 1, svona, stakkum þetta, þá á að koma út úr þessu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 og svo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sem sagt, telur eða skrifar út tölurna frá þeirri tölu sem að ég sendi inn upp í 9 og svo tilbaka 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Þetta er hlutverk þessa falls. En við þurfum að eiga hérna eitthvað void fall, svona printnum, það tekur inn einhverja tölu, bara value eða eitthvað svoleiðis. Og hér gerir þetta fall það sem ég var að lýsa og svo þurfum við eitthvað main fall hérna sem að þá kallar á printnum og ætla að senda inn 1 þarna. Gæti senda inn einhverja tölu frá 1 upp í 9 og þá að telja fyrst frá þessari tölu sem ég sendi inn upp í 9 og svo tilbaka og þá að gera þetta á endurkvæman hátt. Ég gæti náttúrulega einfaldlega að skrifa lykkju sem gerir þetta sko. En nú erum við að læra endurkvæmi þannig að við ætlum að gera þetta á endurkvæmi hátt. Ok. Sko, þegar ég sendi inn þessa tölu hérna 1, þá er hún að því þetta er hérna pass by value, hún er afröðið yfir í þennan lepp hérna val. Þannig að ég er þegar með fyrstu töluna þarna inn í þessari breytu value. Þannig ég gæti einfallega hér sagt cout val, það ekki? Þannig að til dæmis þegar 1 kemur inn hér, þá getur skrifa hana strax út og þá er komið fyrstu töluna. Þetta á að hlaupa frá 1 upp í 9. Hvað er eiginlega stoppskilyrðið í þessu falli? Þetta á að skrifa út töluna frá þeirri tölu sem kemur inn upp í töluna 9. Stoppskilyrðið að töluna F9 eftir að þetta og ef það er 9 þá... Ok, ef að þessi tala er 9 þá gæti ég gert eitthvað já. Ég ætla að reynda aðeins að snúa því við. Ég ætla að segja að ef hún er minna heldur en 9 þá ætla ég að gera eitthvað. Hvað er þetta eitthvað sem ég ætla að gera þá? Nú þurfum við að hugsa þess að ég ætla að nota einhvers konar endurkvæmi. Printnum að val plus 1. Þarna er ég þá að senda inn hærri tölu, heldur þessi sem var uppalega, og það sem gerist þegar, ef við tökum þetta dæmi sem við erum með hér, þar sem við sendum inn 1 uppalega, þá er val 1 og þá er summan af þessu náttúrulega 2, þá kemur 2 inn í printnum aftur og þá skrifast út 2 hérna. Þannig að nú vorum við að sjá reynda dæmi það að við erum ekki í sjálfu sér að minnka vandamálið í þeim skilningi að talan sé að minnka, en við erum að minnka vandamálið í þeim skilningi að við erum að komast nær 9. Nú eru færri tölur að þessu endaskilur okkar sem er 9. Þannig í þeim skilningi getum við sagt að við séum að minnka vandamálið. Og þá er komin 2, er það ekki, þá er þess að value hérna orðið 2 og þá verður tjekkað á því hérna, er val minni 9? Nei. Þannig að við sendum inn aftur 2 plus 1 sem er þá orðið 3. 3 kemur inn og þá skrifast út 3 hérna og svo kolli alveg upp í 9
En þegar það orðið þegar val kemur inn sem 9, þá þessi setning ekki trú, sem einmitt þýðir það að þetta verður ekki framkvæmt, þannig að endurkvæmi köllun okkar munu stoppa. En þá spurningin, hvernig fæ ég þetta í öfuru röð þá? Þannig að nú erum við búin að skrifa út 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en það sem við áttum að fá var síðan 9, 8, 7, 6, 5 og niður. Ég segi þetta aftur, ef að já, það sé if-setting hér. Ef að val stærri eða saman sem 1, að val mínus 1. Hvað þýðir þetta þegar við erum komin til dæmis upp í 9, þá mun þessi ekki verða trú. Þá förum við í elshlutan og segjum hérna, ef að val stærri saman sem 1, já það stærri saman sem 1, þá köllum við hér með 8, þá lendi ég aftur hér inni. Þannig ég kom með endurkvæmni hér og hér. Dálítið hættulegt Nei, þannig að þetta ekki það sem við viljum gera. Það sem við viljum gera reyndar alveg rosalega einfalt. Cout val. Þá spurningin, hvernig stendur á því að þetta gengur? Já, gengur þetta, prófum yfir höfuð og sjá hvort þetta gengur. Þýði, keyri. Já, þetta gera nákvæmlega það sem við áttum að gera. Það spurningin, byrju, af hverju virkar þetta? Já, þetta, eins og ég sagði áðan, það að sjá það fyrir sér að þetta virkar náttúrulega bara æfing. Maður þarf að skilja endurkvæmina og hún kemur auðvitað bara með reynslu eins og allt annað. En ef við aðeins treysum okkur í gegnum þetta, þá vorum við búin að segja það að þegar við sendum inn 1, þá fórum við inn aftur og sendum hérna 2 inn í printnum og 3 og 4 alveg upp í 9 og alltaf skrifaðist þetta út hér. Og þetta það sem við sáum á skjánum áðan, fór frá 1 upp í 9. Þegar við vorum komin upp í 9, þá var loksins þetta false. Og hvað skrifaðist það út hér? Já, hvaða val þetta hér þá? Þegar við vorum þegar val var orðið 9, þá var þetta false og þá skrifast út val. Hvað það? 9. Þá þessi kvaðning, getum við sagt, af printnum búin. En það fullt af öðrum kvaðningum sem bíða. Það eru kvaðningarna sem sem við kölluðum á hér alveg 9 sinnum. Það eiginlega 8 kvæningar í viðbót sem eiga eftir að klárast, það ekki. Þannig að ég geti ímyndið ykkur að tökum það dæmi þegar við vorum að kalla, þegar val var 8, þá stendur hérna 8 + 1 sem 9. Þá kemur 9 hér inn og það ekki eftir að þegar val 8 og við köllum á printnum, þá býður sú kvæning. Hún með val sama sem 8, sú kvæning lifandi. Svo kallað hérna með 9. 9 kemur hér inn, það skrifast út 9, þetta false, þá farið hingað, ekki, og skrifast út 9 aftur, og þá þessi kvæning búin af printnum, en svo sem næst sem ókláruð, svo sem með val saman sem 8. Komast ekki hinar kvæningarnar í nefnsett? Það stoppuðu þegar þetta hérna var kært, þá biðu allar hinar kvæningarnar og þær fara ekki stað fyrir en að þetta fall í heild sinni klárast. Það klárast þegar þetta skrifast út. Þannig að þegar að val var 9 og þetta skrifaðist út, þá hélt sú kvæning áfram sem var á undan, það var sú sem kallaði á printnum áður.
og í henni var val sama sem 8 og þá skrifast einmitt 8 út. Þegar sú búin, þá heldur sú áfram þar sem að val var sama sem 7 og þá skrifast út 7. Það ekki? Þetta það sem að gerast í á keislutíma. Þetta gæti þið hreinlega prófað með því að debugga til dæmis. Steppa ykkur í gegn og vera með breakpunkt til dæmis á þessari setningu og séð svona hvernig debuggurinn hagar sér þegar að verið að koma tilbaka úr öllum þessum endurkvæmu köllum. En þarna sjáum við til dæmis dæmi það hvað endurkvæmu lausnirnar geta verið einfaldar. Af því að í þessu tilviki hefðu þau þetta geta skrifað þetta á annan máta með því að nota bara 2 forlykkjur til dæmis, sem hleypur frá 1 upp í 9 og 9 og tilbaka, eða öllu heldur frá þeirri tölu sem kom hér inn. Og það í sjálfu sér ekkert flókið við það auðvitað, en þetta mikið einfaldara lausn ef maður á annan ból skilur endurkvæmina. Þannig að sjá, ef ég sendi inn 3 hér, þá byrjar hún 3 og endar í 3, eða ekki? Vegna þess að við erum alltaf að prenta út þetta val og það byrjaði í 3 núna, en ekki 1. Ok.